Snúum okkur til 15. dagskrárliðar, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fyrir helstu atriði í störfum sínum. Forseti og bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 17. maí síðastliðinn og þá það helsta sem hefur gerst hjá mér frá þeim tíma. Bara svona stikla á stóru. Fyrst langar mig að nefna að ég hefur verið að tala um Grímsey varðandi umhverfismál og við náttúrulega áttum fund þar sem sagt reyndar fyrir þennan tíma 17. maí en þá var meðal annars minnst líka á fjarskiptamál í Grímsey. Við höfum verið að vinna í þeim málum núna síðasta hálfa mánuðin og það bara verið að koma inn lausn í það mál. Við komum reyndar með stuðningi sveitarfélagsins og mér var bara að koma því að það svona til þess að koma til dæmis svona þjóðþrifamálum í gagnið eins og það að landi sé allt saman netvætt, þar að sé allir íbúar hafi aðgang að góðri nettengingu. Það var nauðsynlegt að sveitarfélag eða sveitarfélögin í landinu komið að því. Það allavega þannig þurfum við að leysa þessi mál því að við fáum ekki allan stuðningi frá ríkisvaldinu. Það var árlegur fundur bæjarstjóra haldinn á Vestfjörðum 20. til 22. maí síðastliðinn og það svona hefðbundnir fundir þar sem farið yfir sameiginleg mál og sameiginleg verkefni. Það meðal annars sem brennur á okkur og eitt af þeim stóru málum eru hjúkrunarheimilin, málin aldraðra og það var meðal annars rætt bæði á formlegum fundum og óformlegum og við erum bara að vinna í þeim málum áfram hér eftir sem hingað til og vonandi fer nú eitthvað að sjá til lands í þeim málum á árinu. Nú hér á haldið mjög metnaðarfull og stór byggðarástefna alþjóðleg sem sóttu fjölmargir aðilar í vikunni 22. til 24. maí síðastliðinn og ég ávarpaði hana fyrir okkar hönd. Nú síðan var haldið samráðsfundur öldrunarheimilanna og sjúkrahússins á Akureyri. Þeir bæjarfulltrúar sem ekki þekkja að þá sérstakur samningur á milli sjúkrahússins og öldrunarheimilanna þjónustu, læknisþjónustu og við vorum að fara meðal annars yfir þjónustuna varðandi þau mál og svona til upplýsinga að þá kemur nýr öldrunarlæknir til starfa hér í haust. Þannig að það sem betur fyrr horfum til betri vegar hvað það varðar því að það gengið mjög illa að ráða lækna hingað og ekki síst öldrunarlækna. Nú hér var minnst á opnun á hleðslustöðvum og ánægjulegt að segja frá því að þær voru opnað hér formulega 23. maí síðastliðinn. Nú ég og formaður skólanemndar og fræðslustjóri gengum frá undirritun á samkomulagi við Hlíðaból vegna breytingar á rekstri Hlíðabóls til framtíðar og það gert í mjög góðu samkomulagi við eigendur skólans og starfsmenn. Nú sama dag þá var ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs stödd hérna og við höfum tækifæri til að ræða ýmis mál sem að snúa að Jöfnunarsjóði og stóru málin eru náttúrulega þessar fjárveitingar sem fylgja málaflokkum eins og málaflokki fatlaðs fólks og útreikninga og því hvað möguleika ráðgjafarnefndin hefur til þess að greiða með verkefnum sem að sveitarfélögin að sinna. Við komum okkar sjónarmiðum það mjög skýrt og vel á framfæri að mínu mati. Nú við fengum kynningar að það hefur verið gerð svona fjölmiðlarýni varðandi sveitarfélagið. Ég hef óskað eftir því að sú fjölmiðlarýni verði kynnt bæjarráði allavega en það sjálfsagt mál að dreifa því á alla bæjarfulltrúa, enda fá allir bæjarfulltrúar að senda gögn varðandi bæjarráðsfundi. En sú umfjöllun bara áhugaverð, það eru fyrstu 5 mánuðir þessa árs og ég ætla nú ekki að fara tíunda það sérstaklega hér, bara að segja frá því að við fengum kynning á þessu 25. maí síðastliðinn. Og þennan sama dag var líka haldinn aðalfundur og íbúafundur hverfisráðsins í Hrísey og það voru fjölmörg mál tekin upp, mörg gömul og sum ný og þau snéru meðal annars að umhverfismálum og ég kem nú aðeins betur að því að Hrísey hérna á eftir. Nú síðan vorum við að kveðja og gerum það reyndar á síðasta bæjarstjórnarfundi líka, kveðja ritara bæjarstjórnar og samstarfsmann okkar til margra ára en Heiða Karlsdóttir, hún lauk störfum hérna 27. maí síðastliðinn og við kvöddum hana formulega eftir 33 ára starf í þágu sveitarfélagsins og síðan hérna hefðbundin stjórnarfundur sambandsins í dagbókinni minni líka og síðan gaman að segja frá því og ég aðalega að tala hérna svona skemmtileg málefni að við undirrituðum samning, nýtt samkomulag, nýjan samning við Aflið og Aflið flytur í betra og þægilegra húsnæði en þau sem sagt verða með starfsemi í
inn í Guðmundsminni, inn í innbæ núna næstu ár samkvæmt samningnum við sveitarfélagið og vonandi að sú starfsemi bara eflist, en eins og ég sagði nú í ávarpi þar að þetta nú svona starfsemi sem maður vonast til þess að þurfi ekki vera til því að þetta bara þannig starf, en því miður í okkar samfélagi eins og öðrum að þá þarf að hlúa að fólki sem lendir í heimilisofbeldi eða hvers konar ofbeldi og þess vegna aflið til og eru mjög gríðarlega mikil og öflug samtök hér í bæ. Nú gaman að segja frá því, ég held að segja frá því ég sé að fjalla lýðræði í íslensku samfélagi. Ég var kallaður í 5. bekk í Lundaskóla og bauður að segja útskýra hvað lýðræði væri og fór í gegnum það hvernig þetta virka allt saman hér í þessum bæjarstjórnarsal og hvernig hlutinir virkuðu hér í lýðræðinu í okkar sveitarfélagi og þetta er bara nauðsynlegt fyrir maður sjálfan að fara stundum í gegnum þetta, hvernig lýðræði virkar og það er mjög gott þegar maður fær tækifæri til þess að einmitt að fá spurningar frá 5. bekkingum þessi málefni, því að það er ekki endur svona hefðbundnar spurningar sem maður fær frá fullorðnu fólki. Við höfum verið að taka viðtal við umsækjendur varðandi ráðningu framkvæmdastjóra búsetudeildar og við reiknum með að geta kynnt niðurstöður á fundi velferðarráðs í næstu viku og við erum búin að eiga fund, ég átti fund með fulltrúum N4 út af upptökum frá bæjarstjórnarfundum, en það hefur komið ábendingar það að það sé illa kynntar í rauninni þessar útsendingar sem eru eða illa auglýstar þessi bæjarstjórnarfundir, en þá að gera bragarbót á því og sjá hvort að það sé ekki hægt að hækka áhorf eitthvað aðeins meira með slíkri kynningu og slíkri auglýsingu. Og hér koma aðilar sem að verið forsvari fyrir nýjan hálendisþjóðgarð og áttu fund með mér og voru að kynna sínar áherslur og ég ætla ekki að fara mjög nánar út í það hér, en það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fylgjast vel með því hvað þar í gangi og sjálfsagt mál að taka þá umræðu það hvort sem það er gert í umhverfisnefnd eða annar staðar innan kerfisins því það snýr náttúrulega að raflínum og nýtingu og verndun hálendisins. Nú síðan voru 1. júní síðastliðinn þá voru afhentar viðurkenningar á vegum skóladeildar til kennara og nemenda í grunnskólum bæjarins. Held ég sé ekki að rugla, leikskólarnir voru ekki, þetta voru bara grunnskólar ef ég man rétt. Og það er líka, þetta er mjög merkileg samkoma og svona til eftirbreytni að þarna er verið að verðlauna nemendur ekki bara fyrir þeirra færni í námi, heldur fyrir þeirra færni í mannlegum samskiptum og eins líka starfsfólk okkar í færni bara í að leiða skólastarf og til fyrirmyndar hvað skólanum þeir að gera á þessu sviði. Og síðan var hefðbundin 5-leikasýning árleg sem við sóttum fyrir mjög á boði og ég fór fyrir okkar hönd og ég held að formar íþróttaráðs að vera líka eitthvað staðar. Síðan var á skólaslið tónlistarskólans og 3. júní síðastlið föstudag að þá kannski hefði frétt að því og alltaf var umfjöllun það að hér voru nemendur frá Western Kentucky University eða háskólanum í vestur Kentucky, segum það ekki, og þau voru að vinna að svona verkefnum sem að snúa að samfélaginu hér og skoða leiðir til þess að bæta okkar samfélag og góðar niðurstöður upplýsingar sem komið frá þeirra vinnu og langt mál að fara í gegnum það allt saman líka hér í mínu stuttu yfirferð. Og þá að deginum í gær og í dag að við undirritum í gær eins og hér kom fram í umræðum umhverfismál samkomulagi sem hefur náttúrulega verið bara í vinnslu varðandi fólkvanginn á Glerárdal, gengið frá því í gær og ég notaði tækifæri að því ég hitti umhverfisráðherra að ræða hér málefni brennslustöðva, að því hér var nú aðalega verið að ræða sorpbrennslur og forstjóri umhverfisstofnunar var líka. Það er að ræða þessa stöðu á þessum málum varðandi brennslu við afurðastöðvarnar. Þetta mál er í mjög sérstökum farvegi en okkur var lofað því, og við ætlum bara að koma því að framfæri hér, að okkur var lofað því að fá eitthvað svona greinargerð frá umhverfisstofnun fyrir 17. júní næstkomandi. Okkur veitir ekki af vegna þess að það er komin gríðarlegur þrýstingur á þetta mál og það er kannski orðað þannig að það er ekki allt sem sýnist í þessu máli. Þetta er ekki eins einfalt eins og kannski lítur út fyrir að vera, hvorki að koma sem stöðum upp eða þá að hafna þeim.
Þannig að það verður að fá einhverja sameiginlega lausn í þetta og sameiginlega sýn í þetta hvernig við göngum frá þessum málum. Og í dag að þá var ég með fyrir hádegi var ég með mína viðtalstíma og viðveru í Hrísey og kannski pínlítið framlár vegna þess að ég fór eldsnemma morgun út í Hrísey, tók ferðina klukkan rétt rúmlega 7 en komið 3 viðtalstíma og ekkert með hefðbundin mál eins og þegar maður er að fara á íbúafundi pluss það að geta leyst svo bara úr öðrum málum sem að ekkert mál er að gera úr Hrísey sem og hvaðan annars staðar úr sveitarfélaginu og við reiknum með að vera bara með svona viðveru, ég reiknum með að vera með svona viðveru líka í Grímsey svona þegar ég kem aftur úr sumarleyfi og síðan, og það er ástæðan fyrir ég kom aðeins og seint á bæjarstjórnarfundinn að það var verið að kynna nýjan kjarasamning grunnskólakennara og í Brekkuskóla áðan og það er ýmislegt sem við þurfum að kynna okkur betur og taka umræðu innan bæði skólanefndar og eins líka innan bæjarráðs. Og svo að segja ykkur bara frá því að ég og forseti bæjarstjórnar erum sem sagt að fara í fyrramálið á þennan árlega fund okkar stjórnenda vinabæja á Norðurlöndunum og koma aftur tilbaka á laugardaginn. Þetta var ná allt og sumt en heilmikið samt og takk fyrir gott hljóð. Takk. Eiríkur Björn, bæjarstjóri hefur farið yfir sín mál og rétt í lokin þá vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 19. og 27. maí og 2. júní, atvinnumálanefnd 25. maí, bæjarráð 19. og 27. maí og 2. júní, framkvæmdaráð 20. maí, íþróttaráð 19. og 24. maí, samfélags- og mannréttindaráð 24. maí, skipulagsnefnd 18. og 25. maí og 1. júní, skólanefnd 23. maí, stjórn Akureyrarstofu 26. maí, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 20., 25. og 30. maí, velferðarráð 18. og 26. maí og 1. júní og það hægt að nálgast þessa fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Þá segjum við dagskrá tæmd og fundi slitið klukkan 19:40.